Hallsdóttir, já, fyrirgefðu, ég með þetta vitlaust sem ég skrifa. Hún framkvæmdastjóri ferðaskrifstofunnar Kötlu DV sem sérhæfir sig í skipulagningu bæði einstaklings- og hópferða fyrir Þjóðverja. Hún einnig annar eigandi þýska ferðaheildsölans Katla Travel í München og Viator saumarhúsamiðlunar. Enn fremur hún formaður samtaka ferðaþjónustunnar. Í erindi hennar í dag mun hún fjalla stöðu ferðaþjónustu á Íslandi og horfur til skamms og langs tíma. Hún mun sömuleiðis fjalla ferðaþjónustuna í Vestmannaeyjum, möguleika hennar og framtíðarhorfur. Gjörðu svo vel. Kæru Vestmannaeyingar og aðrir gestir, ég vil byrja á því að þakka fyrir boðið hérna út í Vestmannaeyjar og óska bænum innilega til hamingju með afmælið. Það 35 ár síðan ég steig síðast í ræðustól hérna í Vestmannaeyjum, en þá tók ég þátt í Morfís-einvígi á milli framhaldsskólasins í Eyjum og Fjölbrautaskóla Vesturlands og Akranesi. Kannski einhverjum í salnum sem voru veðliði, ég veit það ekki. Ég man reyndar ekkert hvernig þeir leikar fóru, en það auka atriði í minningunni. En þetta var einmitt fyrsta skiptið sem ég kom til Vestmannaeyja, en ég komið hérna margoft síðan og alltaf gott og algjörlega einstakt að koma hingað. Fá fyrstu glærutak eða aðra glæru. Vöxtur og viðgangur ferðaþjónustu á Íslandi síðasta áratug eða svo hefur vart farið fram hjá nokkrum einasta manni. Hún hefur vaxið upp í það að vera langstærsta útflutningsgrein þjóðarinnar og aflaði árið 2017 41% gjaldeyristekna þjóðarinnar. Og það var semst meira en sjávarútvegur, ál og álafurðir til samans. Þannig aflaði semst ferðaþjónustan, svo sjáum á þessari mynd, ferðaþjónustan þarna lengst til vinstri brauðhúsið og til hægri, samtals rúmlega 500 milljarða tekna sem eru samsettar úr tekjum af ferðaþjónustu innanlands og síðan af fargjaldatekjum flugfélaga. Meðan útflutningur aflaði 217 milljarða og sjávarútvegur 197 milljarða. Hlutfall ferðaþjónustu af vergri landsframleiðslu, sem líka mælikvarði á mikilvægi og stærð atvinnugreina, hún var 8,6% árið 2017 og hafði þá vaxið úr 3,4% árið 2010. Það var næstu part. Og það það byrjum 20.000 manns sem að starfa beint við ferðaþjónustu í Íslandi. Og það þar ótalin afleidd störf í flestum öðrum atvinnugreinum. Það flestar aðrar atvinnugreinar sem eru í einhverju samspili við ferðaþjónustuna og njóta góðs af umsvifum hennar og auðvitað öfugt. Fyrirtækjum í ferðaþjónustu hefur fjölgað gríðarlega eins og sjáum á þessari mynd og ef við tökum bílaleigu sem dæmi þá hefur þeim fjölgað 51% á milli áranna 2010 og 2017 en það eru nú 150 gráðum starfsleyfi á Íslandi. Ferðaskipuleggjendum fjölgað alveg svakalandi líka, það þeim fjölgað 125% á sama tímabili og eru núna 430 talsins á öllu landinu. Til samanburðar við þetta, eins og við sjáum á neðstu tölunni, þá jukust umsvif viðskiptahagkerfinu öllu, samt í öllum rekstri, 14% á sama tímabili á þessum árum. Það var sem sagt ferðaþjónustan sem að reif þjóðina af krafti upp úr efnahagslegum öldudal eftir hrunsáranna og á stóran þátt í því að lífskjör á Íslandi hafa í sögulegu samhengi aldrei verið betri en nú. Það besta þó að ferðaþjónustan hefur virkað sem jákvætt afl í byggðaþróun. Hún hefur unnið pínlítið á móti borgarsamfélaginu. Hún hefur hleypt nýju lífi í dreifðar byggðir landsins. Fólk hefur séð tækifærin sem hún býður upp á, nýtt sér þau og þannig skapað nýjan grundvöll fyrir búsetu víða um land og jafnvel á svæðum sem hafa flokkast sem brothættar byggðir. Nýsköpun, áræðni og dugnaður hefur því hleypt auknum krafti í sveitir og bæi og heimamenn njóta góðs af breiðari framboði þjónustu og auðvitað fleiri atvinnutækifæri. Og það eru alls konar atvinnutækifæri, ekki bara fyrir ófagmennta starfsfólk. Það mín persónulega skoðun að ferðaþjónusta sé mesta og besta byggðaaðgerð Íslandssögunnar
sem þó í raun alls ekki aðgerð, heldur meira og minna sjálfsbrottin þróun. Auðvitað hefur þetta ekki allt gengið snurðulaust fyrir sig. Hinn mikli vöxtur ferðaþjónustu á stuttum tíma hefur að sjálfsögðu valdið vaxtarverkjum á ýmsum sviðum. Og þá sérstaklega með tilliti til uppbyggingar á nauðsynlegum innviðum og aðlögun á laga- og regluumhverfi. Við sem þjóðfélag þurfum einfaldlega að laga okkur á breyttum veruleika og nýjum áherslum í atvinnulífi. Það getur engin atvinnugrein þrifist án þess að setja mark sitt á umhverfið og menningu landsins með einhverju móti og auðvitað bara ósanngjarnt að fara fram á það. Það bíða mörg stór verkefni og mikilvægar ákvarðanir í tengslum við ferðaþjónustu á Íslandi. Nú eru öll merki þess að ofurvextinum sem hefur einkennt undanfarin ár, sem hófst með gosinu í Eyjafjallajökli og hruni íslensku krónunnar í kjölfar efnahagshrunsins, að því sé lokið og því gefst bæði fyrirtækjum og stjórnvöldum ráðrúm til að ná áttum og undirbúa vonandi mátulegan meðalvöxt greinarinnar í framtíðinni. Því fengi næstu það. Nú annars er rétt að nefna það að núna akkurat eru horfur í greininni, eða horfurnar til skamms tíma, þær hafa sjaldan verið eins óvenju. Það eru óvenju margar ógnanir á sjóndeildarhringnum. Það er óvissa í flugrekstri eins og allir vita. Það eru hatrömm átök á vinnumarkaði sem ekki sér fyrir endan á og jafnvel með yfirvofandi verkfallsaðgerðum sem geta skaðað ferðaþjónustuna gríðarlega og ekki bara yfirstandandi viðskipti heldur einnig orðspor þjóðarinnar. Það getur bara tekið langan tíma að vinna það upp aftur. Og síðast en ekki síst sterkt og óstöðugt gengi krónunnar síðustu 2 árin. Krónan hefur semst verið of sterk fyrir ferðaþjónustu undanfarið. Og samspil þessara þriggja þátta eru svo augljós. Til langs tíma metið það svo að það sé ekkert nema bjart framundan. Við eigum hér á Íslandi einstakan áfangastað með nánast óþrjótandi náttúrulegum auðlindum sem við þurfum ekki að ganga á ef við búum rétt hnúta. Ferðaþjónustan er svo atvinnugrein í heiminum sem er í hvað örustum vexti og það er fátt sem nú stöðva það nema einhver risastór alheims áfall. Góðir gestir, eitt af stærri verkefnum okkar Íslendinga er að efla ferðaþjónustu út á landsbyggðinni. Það er sameiginlegt hagsmunamál okkar allra í mjög stóru samhengi. Þetta hefur verið markmið í áratugi án þess að gripið hafi verið til einhverja raunhæfra aðgerða. Við hjá samtökum ferðaþjónustunnar höfum tekið þetta mál á dagskrá hjá okkur og komum til með að láta í okkur heyra hvað það varðar mjög fljótlega. En hvernig er nú staða Vestmannaeyja í þessu samhengi? Eru tækifæri í ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum? Svarið við því er auðvitað bara eitt stórt já. Þetta er fengið næstu glæðir. Gistinætur er sá mælikvarði sem einn og sér þykir bestur til að mæla umfang ferðaþjónustu í löndum og svæðum. Það er ekki hausafjöldin sem mætti stundum halda af umfjöldun hérlendis, því hann einn og sér segir okkur ákaflega lítið hvað er að gerast í ferðaþjónustu. Nú gistinætur í Vestmannaeyjum voru árið 2017 og talaði skráðar gistinætur hjá Hagstofu Íslands. Þar voru 33.600 meðan þar voru tæpar 8,4 milljónir á landsvísu. Það þýðir að hlutfall gistinátta í Vestmannaeyjum var tæplega 1,4% af heildarfjölda gistinátta á Íslandi. Og ef við snúum því við, þá voru það sem sagt 98,5% erlendra gesta sem gisti ekki í Vestmannaeyjum. Við getum gert sagt það svo líka. Eða fyrirgefðu, bara heildarfjöldi allra í Íslendinga líka. Íslendingar voru langstærsti einstaki gestahópurinn í Eyjum með 37% gistinátta og meðal dvalarlengd gesta var 4,5 nætur sem talst þetta mjög gott. Nú ef við rýnum betur í þessar myndir þá sjáum við að gistinætur Íslendinga í Vestmannaeyjum, það er myndin þetta lengst þær eru nokkuð stöðugar meðan að gistinætur útlendinga þær taka kipp á milli áranna 2013 og 2015 og taka svo dífu aftur árið 2016. Nú árið 2013 þá verða gistinætur útlendinga í fyrsta skipti fleiri heldur en gistinætur Íslendinga og hafa verið það síðan. Þá stóra spurning hvað olli þessari dífu árið 2016, ég veit ekki.
Vestfjörðum þá voru gistinætur árið 2017 212.000 og meðal voru 33.600 í Vestmannaeyjum. Á Snæfellsnesi voru gistinæturnar 226.000 sama ár og ég tek Vestfirði og Snæfellsnes sem dæmi til samanburðar vegna þess að það eru svæði sem hafa átt í vöku að verjast í ferðaþjónustu og þá sérstaklega Vestfirðir, til dæmis vegna lélegra samgangna. Það af þessum tölum alveg ljóst að Vestmannaeyjar eiga mikið inni. Það sem dregur ferðamenn á ákveðnum stöðum umfram aðra er oft einhvers konar sérstæða og auðvitað samfara markaðssetningu, kynningu og orðspori sem berst manna á milli. Orðsporið mest á samfélagsmiðlum nú í seinni tíð. Orðið Instagram-meitu er lykilorðið í dag. Ég nefni flugvélarflak nokkurt á Sólheimasandi í því samhengi. Ekki vantar sérstöðun ef það er litið til Vestmannaeyja. Það má í raun segja að Heimaey sé ein stór allsherjar sérstæða sem heimamenn hafa svo sannarlega nýtt sér með framboði á alls konar þjónustu fyrir ferðamenn. Hér er óhemju margt að sjá, skoða og gera og allt aðgengilegt á tiltölulega litlu svæði. Þetta sé ekki á neitt hallað þó ég nefni sérstaklega Eldheima sem gerir stærsta viðburði í sögu Heimaeyjar frábærskil. En hvernig stendur þá því að ferðaþjónusta er ekki umfangsmeiri í Vestmannaeyjum en raun ber vitni? Hér er allt til alls. Sérstæða virkilega á hverju horni, óviðjafnanleg náttúra, í sammála Ágústi þar, áhugaverð menning og einstök saga, lifandi verstöð sem fer nú að verða undantekning á Íslandi. Það eru lundar, það eru gönguleiðir, það eru útsýni, það er næg og góð þjónusta, metnaðarfull söfn og síðast en ekki síst vilji til að taka á móti ferðamönnum. Og allt heila klappið fram á hófið Instagram-meitu. Við þekkjum öll svarið við því, það eru samgöngur. Tryggar, öruggar og tiltölulega ódýrar samgöngur eru lífæð ferðaþjónustu landa og svæða og þær hefur einfaldlega vantað hingað til Vestmannaeyja. Það er vesen að komast hingað. Það er bara þannig. Og það er erfitt til dæmis að setja Vestmannaeyjar í skipulagðar hópferðir. Þið trúa mér, ég veit það. Í 5 eða 6 mánuði ári er landið lokuð, flug er hlutfallslega dýrt og það langar fáa að sigla í 3 til 4 tíma boruleið til og frá Þorlákshöfn. Þetta eru bara staðreyndir. Það má vissulega færa rök fyrir því að þetta takmarkaða aðgengi hafi einnig haft sína kosti fyrir Heimaey sem ferðamannastað. Það sem sennilega hafi ekki skapast nein vandræði hér vegna ómikillar ásóknar eins og sums staðar á Íslandi, þar sem ekki hefur verið hafið hugsun á eða gefist tími til að undirbúa viðkvæm svæði fyrir mikla umferð. Nú er hins vegar líklegt að Vestmannaeyingar þurfa að fara að undirbúa sig undir meiri umferð, nýjar fjárfestingar og fleiri störf í ferðaþjónustu. Þegar fyrir séð er að nýr Herjólfur hefur siglingar sem verða mögulegar allavega lengri tíma á árinu. Vestmannaeyjar er aðdráttur af bæði fyrir Íslendinga og útlendinga. Ekki gleyma því að þið fáið hérna orkumótið lungan á 9 til 10 ára börnum landsins og þið auðvitað líta á þau sem framtíðar viðskiptavini. Íslendingar eru og verða líklega stærsti einstaki viðskiptavinahópur íslenskrar ferðaþjónustu. Það vill allt og oft gleymast. Eftirspurn meðal erlendra gesta þið líka lofað ykkur á eftir að aukast með betri samgöngum og hlutur eyjanna í ferðaþjónustukökunni á eftir að stækka umtalsvert. Það eru ekki mörg svæði í heiminum sem eru sambærileg við þetta svæði hér og eftirspurn ferðamanna eftir einhverju einstöku, eftir einhverju alvöru, er sífellt að verða meira áberandi. Vestmannaeyingar hafa þar á ekki tækifæri til að læra af mistökum eða aðgerðaleysi uppi á landi og ég vil bara ráðleggja ykkur að gera það. Það má sem dæmi nefna grunnþætti eins og þessi salernismál sem voru mikið í umfjöllun í fréttum henni fyrir 2-3 árum og síðan stýringu á straumi ferðamanna viðkvæm svæði sem er að verða sífellt meira aðkallandi á stærstu stöðunum á Suðurlandi. Ég get ekki heldur látið hjá líða að nefna umferð skemmtiferðaskipa sem er vissulega jákvæð en getur fljótt snúist upp í andhverfu sína ef að menn ætla sér það of. Það sýna dæmi víðs vegar áður heiminum þó að það hefur ekki verið rætt mikið á Íslandi hingað til.
Og auk þessa er vert að nefna rekstrarumhverfi ferðaþjónustu fyrirtækja og stuðning samfélagsins við þau. Það er mikilvægt að umhverfi sé vinveitt og þannig búið hnút að allir sitji við sama borð og fari eftir lögum og reglum. Að lokum er það síðan lykilatriði að heimamenn séu jákvæðir gagnvart ferðaþjónustu, séu gestrisnir, hjálpsamir og viljaðlegir. Viðmót og framkoma heimamanna er nefnilega miklu stærri og mikilvægari þáttur í heildarupplifun ferðamannsins en haldametti. Ég hef engar áhyggjur af Vestmannaeyingum í því samhengi. Ég ætla að leyfa þýskum ferðamönnum sem hafa heimsótt Vestmannaeyjar að loka orðum mínu í dag. Ég gerði litla könnun í Facebook-hópi þýskra áhugamanna Ísland og það eru margir svoleiðis Facebook-hópar fyrir segur og þar bað ég skoðun fólks á Vestmannaeyjum og hvað það er sem gerir svæðið sérstakt. Það er oft þannig að heimamenn átta sig ekkert á því hvað aðkomufólki og sérstaklega útlendingum finnst merkilegt og áhugavert. Ég til dæmis frétti fyrst af því að norðurljós var eitthvað merkilegt þegar ég flutti til Þýskalands og fór bara að spyrja út í þetta. Ég hef aldrei ekki veitt þessu nokkru athygli. Þá kom það næstu glærutall. Í Vestmannaeyjum er allt á einum stað paradís fyrir jarðfræðinga og dýravini. Dásamlegt útsýni, áhrifarík ummerki, eldgosa allt um kring, lundar, eldheimar, frábærlega gert, eitthvað áhrifamesta safn sem ég hef komið á. Næstu dag. Eldheimar. Sérstakur heimur, undirliggjandi kraftur þar sem við hlétt sálaraflíðinni. Gatan með götuskiltunum þar sem húsin eru grafin undir, gönguferðin upp Bröttubrekkuna og við tjaldstæði. Næstu dag. Eldheimar. Gönguferðin í Bröttubrekkunni og meðfram kampinu. Besta barnalaugin á Íslandi, lundar, eldheimar. Þá næstu dag. Kæru Vestmannaeyingar, þið eigið einstakan gildstein í eyjunni ykkar. Gætið hans vel og framtíðin í ferðaþjónustunni er svo sannarlega ykkar. Takk fyrir mig.